Viktor andleg fræði, 22. kafli, hið innra frelsi. Eftir því sem hinn andlega opnun eykst og meðvitundin hækkar, þá skynjar viðkomandi meira frelsi innra með sér. Hið eilífa frelsi sem enginn getur frá honum tekið. Þessi frelsistilfinning huglæg og eykst jafnt og þétt eftir því sem meiri árangur næst í opnuninni. Í raun þetta hugarfarsbreyting sem á sér stað sem gerist leið og óttinn minnkar og kærleikurinn eykst í hjartanu. Þegar maðurinn skynjar og meðtekur að hann eilíf sál í dauðlegum líkama, þá mun hann upplifa mikinn létti og leið mikið frelsi. Hann finnur og skynjar að hann á ekkert hér á jörðinni og allt fengið að láni. Hann finnur og skynjar að sálin kemur í líkamann tímabundið til að öðlast reynslu og til að upplifa hið jarðneska líf. Þegar þessi skynjun kemur, þá mun viðkomandi aldrei óttast lífið né dauðan framar. Það fer ekki fram hjá neinum þegar þetta skynjað og fundið. Einnig mun hinn vaknaði skynja meiri frelsi gagnvart öðru fólki, hann hættir að lifa eftir þörfum og óskum annara og álit annara skiptir nú minna eða engu máli. Hann byrjar að lifa sínu lífi eftir sínum óskum. Einnig eykst hugrekkið svo að hinn vaknaði getur sagt nei og já þegar það á við, sé hann beðinn greiða af öðrum. Hann hættir að láta aðra stjórna lífi sínu. Hann öðlast hugrekkið til að lifa sínu lífi sem uppfyllir hans þarfir og væntingar. Hann öðlast hugrekkið til að gera mistök án þess þó að draga sig niður fyrir þau. Hinn vaknaði byrjar að flæða í augnablikinu og lifir lífinu í gegnum tilfinningar án þess að greina allt og alla með huganum. Þannig hverfur kvíðinn og áhyggjurnar það sem hugsanlega getur gerst í hinni ókomnu framtíð. Einnig hættir hann að draga sig niður fyrir misgjörðir fortíðar, þar sem hann hefur iðrast og biðist fyrirgefningar. Allir þessi hlutir gefa aukna frelsistilfinningu og lífi verður hamingjuríkt og leið kærleiksríkt þar sem óttinn hverfur úr hjartanu. Það hið breytta hugafar sem veitir þetta innra frelsi sem komið til að vera. Því það ekki aftur snúið í fyrra horf. Andleg vakning og opnun varanleg og ganga ekki tilbaka en gengur misrætt áfram. Allt eftir framlagi hins vaknaða. Því meira sem hann stundar hugleiðslu og bænir og meðvitaður hugsanir sínar, orð og gjörðir, þá mun meiri árangur nást og opnunin mun ganga hraðar fram. Þetta allt undir hverjum og einum komið og allt mun ganga sinn veg eftir getu, vilja og löngun hvers og eins. Einnig munu hinn daglegu verkefni og það sem áður voru kölluð vandamál verða léttvæg og nánast hverfa. Í stað þess að fyllast ótta og áhyggjum, þá gengur viðkomandi gegnum verkefni sín og vandamál með kærleika í brjósti og af yfirvegun. Eftir því sem meðvitundin hækkar, þeim mun meira jafnvægi mun viðkomandi öðlast og hann lærir að halda ró sinni og jafnvægi á öllum stundum, þó svo að hann lendi í krefjandi og erfiðum aðstæðum. Hann hleypir ekki óttanum að til að raska sinni innri ró og að lokum mun ekkert framar koma honum úr jafnvægi. Þetta einnig eitt af því sem veitir mikla frelsistilfinningu, því það ekkert sem kveikir óttan eða kvíðan, heldur lærist að takast á því sem á veginum verður þegar það kemur með miklu jafnvægi og yfirvegun. Hið innra frelsi eitt af því sem hinn vaknaði mun uppskera með vinnu sinni og framlagi til andlegrar opnunar. Sá sem gerir og leggur sig fram við opnunina mun uppskera margfalt með bættum og auknum lífsgæðum á allan hátt. Að vera frjáls innra með sér, þrátt fyrir að lifa við krefjandi aðstæður, mikið lífsgæði sem viðkomandi öðlast og þeir engum háð og enginn getur þau frá honum tekið. Mikilvægt að vera hugrakkur og staðfastur í leitinni að hinu innra frelsi. Því að lokum mun sá sem leitar finna það innra með sér.